Kæru þáttakendur í vaxtarrými Norðanáttar og aðrir áheyrendur. Það óhætt að segja að það sé hátíðisdagur í dag þegar að við hnýtum endahnútinn á vaxtarrými Norðanáttar. 8 kraftmikil nýsköpunarteymi hafa farið í gegnum 8 vikna dagskrá með ýmiss konar vinnustofum, samtölum, fræðslufundum og tengslamyndun bæði á netinu og í raunheimum. Það er orðin hversdagslegur veruleiki að gera flest það sem að við aðeins gerðum í raunheimum áður í hinum stafræna heimi, hvort sem að það er að hluta til eins og gert var í vaxtarrýminu eða að öllu leyti. Allir þeir einstaklingar sem að mynda þessi flottu teymi eiga eitt sameiginlegt, í það minnsta, og það er það að hafa óbilandi trú á hugmyndinni sinni. Annars væru þau ekki hér. Og alveg eins og þau hafa óbilandi trú á hugmyndinni sinni, þá hef ég óbilandi trú á nýsköpun. Því að ég hef þá bjargföstu trú að í nýsköpun felist óteljandi tækifæri til vaxtar og verðmætasköpunar, ekki síst fyrir okkur á landsbyggðinni. Alveg eins og bóndinn sem plægir jarðveginn og ber áburð á tún til að auka sprettuna, þá er afar mikilvægt að við vinnum saman að því verkefni að skapa umhverfi sem fóstrar nýsköpun á okkar svæðum. Með því plægjum við, alveg eins og bóndinn, jarðveg nýsköpunar og sköpum vænleg vaxtarskilyrði fyrir nýjar hugmyndir og sprotaverkefni. Það er nefnilega þannig sem að verðmætin verða til og einkum á tímum hinnar títumræddu 4. iðnbyltingar í hverju við höfum í raun og veru ekki hugmynd hver störf framtíðarinnar verða. Ég er því sérstaklega stolt af því samstarfi sem að hér hefur myndast í kringum Norðanátt. Samvinnu okkar hjá Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, EIMS, Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra, nýsköpunar í norðri, hraðsins og rata með stuðningi frá Fallorku. Og ég vil nota þetta tækifæri til að þakka öllum þeim aðilum sem að verkefninu hafa komið fyrir hönd þessara samstarfsaðila kærlega fyrir frábærlega vel unnin störf. Hér hefur myndast mikilvæg regnhlíf yfir störf stoðkerfis nýsköpunar á Norðurlandi. Samstarf sem að svo sannarlega skapar synergíu og magnar upp kraftinn sem að settur í það. Og mér segir svo hugur að Norðanátt sé komin til að vera og sé upphafið að einhverju stórkostlegu og ég hlakka til að fylgjast með henni vaxa og dafna í þágu nýsköpunar á Norðurlandi. Ég er alin upp í Norðanáttinni og þekki hana býsna vel. Ég veit að það býr óneitanlega mikill kraftur í henni, en hún getur líka rænt okkur kröftum. Hún getur verið frískandi, en að sama skapi líka nöpur. Hún getur verið kærkomin svali á heitum degi, en líka nístandi kuldi þegar okkur vantar hlýju. En hún kallar líka á að við þurfum að beita styrk til þess að standa keik þegar við fáum hana í fangið. Þannig eflir hún okkur. Og það sama á við vegferð þess sem að vinnur að nýsköpunar hugmyndinni sinni. Krafturinn er til staðar, en verkefni getur líka sogið frá okkur allan kraft. Hugmyndin fyllir okkur eldmóði og gleði, en á köflum getur hún líka rænt okkur gleðinni. Við brennum fyrir hugmyndinni, en við getum svo sannarlega brunnið upp. Og maður lifandi, það þarf svo sannarlega styrk til að geta staðið keikur í gegnum allt ferlið og gefast ekki upp þegar við fáum mótlætið og vindinn í fangið. Þessi teymi sem við fylgjum eftir hér í dag hafa svo sannarlega þennan styrk og það hefur verið einstaklega ánægilegt og gefandi að fylgjast með af hliðarlínunni hvernig þau hafa nýtt sér Norðanáttina til að eflast og þróa sínar hugmyndir áfram. Það er von mín að þetta veganesti sem þau fá hér muni nýtast þeim sem ber í seglin til að taka hugmyndir sínar og verkefni alla leið. Öll verkefnin
sem við fáum kynningu á hér á eftir hafa burði til þess að fara alla leið, skapa störf og verðmæti fyrir samfélögin hér á Norðurlandi. Ég vil óska þátttökuteymunum 8 innilega til hamingju með árangurinn og þeim sem að staðið hafi í stefnu fyrir hönd Norðanáttar sömuleiðis með mjög vel heppnað ferli. Hér hefur, eins og ég sagði áðan, skapast frjór jarðvegur og það verður gaman og forvitnilegt að sjá uppskeruna á næstu misserum. Ég vil að lokum óska okkur öllum góðs gengis í því mikilvæga verkefni að skapa umhverfi sem að fóstrar nýsköpun á Norðurlandi og búa þannig til verðmæti til eflingar landshlutans alls.